aðrir góðir gestir. Þið sem sitjið hér í salnum og þið sem sitjið annars staðar og fylgist með á vefnum, fyrir hönd Íslandsbanka býð ykkur hjartanlega velkomin á fund okkar íslenska ferðaþjónustu. Ég heiti Kristín Hrönn Guðmundsdóttir, forstöðumaður á fyrirtækjasviði Íslandsbanka og fundarstjóri hér í dag. Íslandsbanki stoltur samstarfsaðili fjölmargra fyrirtækja og einstaklinga í ferðaþjónustu. Við leggjum okkur fram við að þekkja það umhverfi sem viðskiptavinir okkar starfa í og í dag gefum við út skýrslu íslenska ferðaþjónustu í 3. sinn, sem við vonumst til að þið hafi gagn og gaman af. Dagskráin hefst á því að Ingólfur Bender, forstöðumaður greiningar Íslandsbanka, og Bjarnólfur Lárusson, viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði, fara yfir helstu niðurstöður skýrslunnar. Í framhaldinu mun Elín Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Isavia, segja okkur frá þeirri samkeppni sem flugvöllurinn stendur frammi fyrir. Þegar erindum lokið fara fram pallborðsumræður þar sem Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandair Group, Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia og Ólafur Torfason, stjórnarformaður Íslandshótela, munu svara spurningum og ræða málin. Það ekki eftir neinu að bíða. Ingólfur og Bjarnólfur, gjörið svo vel. Að finni almennu umræðu af ferðaþjónustunni á Íslandi í dag mætti draga það á ályktun að landið væri orðið yfirfullt af ferðamönnum, orðið uppselt og orðinn einn dýrasti áfangastaður í heimi. Að krónan væri að styrkjast það mikið að ferðaþjónustan sé fann að ryðja öðrum atvinnugreinum úr hagkerfinu. Ferðaþjónustan sé bjargvættur í íslensku efnahagslífi. Hún hafi hér skapað störf, hún hefur bætt fjárhagslega stöðu heimilina, hún hefur styrkt krónuna, hjálpað til við að afnema gjaldeyrishöftin fyrr en ella og opnað hagkerfið fyrir erlendum áhrifum. Hvað þessu satt og rétt, þetta meðal þess sem við ætlum að fjalla hér í dag. Við gerum ráð fyrir því að gjaldeyristekjur af ferðaþjónustunni verði 560 milljarðar á þessu ári. Þetta mikill vöxtur greinarinnar frá árinu 2010 þegar gjaldeyristekjur af greininni voru 160 milljarðar. Og þessi 400 milljarðar vöxtur sem hefur verið álíka mikið og gjaldeyristekjur voru að sjávarútvegi og áliðnaði til samans á síðastliðnu ári. Hlutdeild greinarinnar í gjaldeyrisöflun var 39% á síðastliðnu ári og áætlað samkvæmt okkar spá að vera 45% í ár. Þetta meiri hlutfall heldur en við höfum séð hér á landi áður. Þetta var 19% hér upp af þessarar uppsveiflu og hefur í rauninni breytt stöðu utanríkisviðskipta hér þannig að hún er fjölbreyttari og hún betur tengd við hagkerfi þeirra landa sem þessir ferðamenn að koma frá. Það samt umhugsunarefni þegar greinin orðin þetta stór að við viljum ekki fara með hagkerfið aftur í það far sem vorum með það hér áður þegar upprunni sveiflna í íslensku efnahagslífi var einhæfni í okkar útflutningi. Þannig að það einhver mörk í þessu sem við viljum ekki fara yfir. En það gjörbreytt sem birtist okkur í utanríkisviðskiptum landsins. Viðskiptajöfnuðurinn hefur aldrei verið hærri en hann var á síðasta árið 8% af landsframleiðslu og var 194 milljarðar. Það áhugavert að horfa í þessa gjörbreyttu stöðu utanríkisviðskipta út frá einmitt þessari nýfundnu auðlind okkar sem að gera það verkum að við erum að skila meiri afgangi af utanríkisviðskiptum og síðastliðnu ári heldur en höfum gert hér. Nánast frá því mælingar hófust, 8% af landsframleiðslu. Þetta hefur verið að gera það verkum að krónan hefur styrkst og ferðaþjónustan í sjálfu sér gerandi í þeirri þróun, en auk þess hún þolandi þar sem þetta hefur neikvæð áhrif á ferðamennina og rekstur fyrirtækja innan greinarinnar sem hér starfa.
Það er líka áhugavert í þessu ljósi að skoða stöðu krónuna núna og bera hana saman við það þegar hún stóð þetta hátt síðast, sem var í hápunkti síðustu uppsveiflu. Þá var hins vegar, eins og við sjáum á myndinni hér fyrir aftan, mikill halli á utanríkisviðskiptum sem nam nánast fjórðungi af landsframleiðslu, en nú erum með talsverðan afgang. Þá var ljóst að framundan væri gengislækkun krónunnar. Það var þörf á henni til þess að leiðrétta þetta ójafnvægi sem var á hagkerfinu. Nú hins vegar frekar menn að spá því út frá þessari stöðu að krónan komi styrkjast enn frekar, sem mun þá hafa skemmandi afleiðingar fyrir samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja sem að hér eru helst að keppa við erlend. En þrátt fyrir styrkingu krónunnar ekkert lát á komu ferðamanna til landsins og við spáum því að á þessu ári verði annað metárið í fjölda komu farþega til landsins og þeirra sem munu vera heimsækja landið. Við spáum því að vöxturinn milli ára verði 30% eða 530.000 manns fleiri heldur en voru hér í fyrra, sem langt umfram, eins og við vitum, íbúa landsins. Þetta eru 2,3 milljónir ferðamanna sem við erum að reikna með hér í ár. Þetta verður stærsta ferðamanna ár sögunar hér á landi. Þetta er 7-faldur íbúafjöldi í landinu og þetta ef við tökum mið af meðaldvalarlengd hvern ferðamann, þá lætur nærri að næsta sumar vera 1 af hverjum 5 sem hér á landi erlendur ferðamaður. Þetta segir manni það, þetta er álag á innviði greinarinnar, þessi vöxtur og þetta umfang, og þetta er álag á hagkerfið líka því að umfang hennar er orðið það mikið í íslensku efnahagslífi. Það er hins vegar þannig að flestir ferðamenn sem hingað koma til þess að skoða náttúru okkar, og þegar við tökum einfaldlega fjölda ferðamenn og deilum það niður á landrými sem við vorum að spila, að þá er það hlutfall lágt í alþjóðlegu samanburði. Það er líka þannig að það er ekki nema 1 af hverjum 1000 ferðamönnum í heiminum sem koma hingað, þannig að möguleikar okkar til vaxtar út frá þessum 2 mælikvörðum eru dágóðir. Og spurningin kannski frekar hversu langt við viljum fara í þeim efnum. En gengishækkun krónunnar gerir rekstrarumhverfi útflutningsfyrirtækja erfiðari og þar með talið ferðaþjónustuna. Það birtist þannig í ferðaþjónustunni að ferðamaðurinn er ekki eins viljugur að koma og heimsækja landið. Ef hann kemur þá til velur hann skemur eða eyðsla hans verið minni á dvöl hans á landinu. Og við sáum það svolítið á rekstri fyrirtækja síðasta ári þegar að krónan styrktist hratt. Og við tökum dæmi sem bílaleigu að ferðamaður panta bílaleigubílinn kannski yfir áramótin og síðan er bílaleigubílinn afhentur sumari þar sem að ferðamaðurinn keyrir náttúruperlu landsins. Fyrirtæki fær svo greitt haustið og alla þennan tíma er krónan að styrkjast. Og þau fyrirtæki sem að festa ekki framlegð við pöntun á vörunni með áhættustýring af vörum eins og framvirkusamningum og læsa inn framleiðni, tapa henni í svona umhverfi. Fjölbreytileiki með tillit til þjóðerna sem hingað að koma skiptir máli þegar maður metur áhrifin af gengisþróun. Þannig skiptir máli núna að við erum með tiltölulega breiða flóru í þessu og gengisþróun einstakra mynta gagnvart krónunni hefur verið afskaplega ólík og við sjáum þetta mjög vel í gengisþróun dollarins gagnvart pundinu og evrunni. Og síðan hvernig fjölgunin er að eiga sér stað í ferðamönnum hingað til lands undanfarið. Það sem líka skiptir talsvert miklu máli og rannsóknir sína er að við sem erum hérna á minnsta myntsvæði heims erum að vissu leyti skjóli smæðarinnar fyrir áhrifum gengisbreytinga af þessu tagi. Einfaldlega vegna þess að almenningur erlendis er meira uppfræddur gengisþróun stærri mynta og er ekki daglega að fylgjast með og ekki mánaðarlega heldur gengisþróun krónunnar og það kann að skapa okkur ákveðið skjól.
Það er í allri þessi gengisumræðu gaman að skoða okkar góðu gesti frá Bretlandi sem hafa verið mikilvægir fyrir okkur í gegnum árin. Við munum að það voru kosningar í Bretlandi á síðasta ári útgöngu úr Evrópusambandinu og við það lækkaði gengi pundsins ofan á þá styrkingu sem að íslenska krónan var í. En þrátt fyrir þessa tvo þætti að þá jókst straumur ferðamanna frá Bretlandi 31%, sem viðlíka vöxtur var árin þar 2 á undan. En það þó mælanlegur munur núna þegar við skoðum komu breskra ferðamanna að dvalartíminn að stytta og eyðslan farin að minnka. Og það líka merkjanlegt það að séu fleiri sem telja ferðina til Íslands ekki vera peningana virði. Rannsóknir sýna að gengisáhrif koma fram með töf og þau koma fram með töf vegna þess að hugmyndin af Íslandsferðinni fæðist allt upp undir 2 árum áður en menn mæta hingað, þó að menn panti ferðina ekki nema nokkrum mánuðum áður. Og þetta skilar sér inn með töf vegna þess að það tekur tíma að spyrjast út að land sé dýrt heima sækju og það er ekki síst við land eins og Ísland þar sem myntsvæðið lítið. Þannig kann að vera að við séum að sjá áhrifin af Brexit og þróun breska pundsins á síðustu árum og gengisstyrkingu krónunnar skila sér inn á þessu og næsta ári í hægari vexti. Og í því sambandi áhugavert að núna í febrúar var minnsta aukning í fjölda breskra ferðamanna hingað sem að við höfum mætt síðan á fyrri hluta árs 2011. Það sýna líka rannsóknir að gengisþróun heimamyntar ræður oft meira ferðavenjur fólks þaðan heldur en gengisþróun þeirra myntar sem ferðast til. Einfaldlega vegna þess að menn eru betur þá upplýstir þá þróun og svo þróun endurspeglar náttúrulega einhver leyti náttúrulega þá efnahagsþróun sér á sér stað í umhverfi heimila þess lands. Kaupmáttur oft vaxandi þegar gengið að styrkjast og svo framvegis. Þetta sjáum við mjög vel í ferðavenjum Íslendinga þessar mundir. Það sem fleiri Íslendingar fóru erlendis á síðastliðnu ári heldur en hér hafa farið erlendis nokkuð tíman og þar að skila sér inn stórum hluta þessi mikla hækkun á gengi krónunnar. Og árið ár byrjar að miklum krafti hvað þetta varðar, mikill vöxtur í fjölda Íslendinga sem fara erlendis á fyrstu mánuðum þessa árs. En Ísland dýrt heima að sækja og hefur verið alltaf dýrt og verður líklega alltaf dýrt. Þetta orðin dýrasti áfangastaður í Evrópu á mati eða samkvæmt rannsókn Eurostat. Og ef við skoðum tölfræðina hérna fyrir ofan okkur bara varðandi samanburð Evrópulanda og við Ísland kostnað ferðamanna, hvað þau þurfa að borga fyrir vöru og þjónustu, þá sjáum við að það er hátt í helmingi dýrara að greiða fyrir vöru og þjónustu hér á Íslandi heldur en í samanburðarlöndunum. Og það náttúrulega blessað áfengið sem náttúrulega langt dýrara og kannski líklega ástæðan þess að okkur finnst svo gaman að fara til útlanda. En það einmitt áhugavert að skoða þessar myndir sem aftast í þessari skýrslu sem hér dreift í dag, sem að sýna þennan samanburð og hvaða lönd eru þar að verma efstu sætin með okkur og hvaða lönd eru að verma neðstu sætin. Því að við erum í félagsskap landa og ríkja það sem velmegun hvað mest, það sem lífskjör almennings hvað best. Og neðst á listanum eru þau lönd Evrópu þar sem lífskjör hvað verst. Það sem þú getur fengið gætaða ferð í 1 dag fyrir fáeinar evrur. Við viljum ekkert endilega vera þar. Við viljum náttúrulega vera samfélag sem skapar hér góð lífsskilyrði, efnahagsleg, og í því felst svolítið að ef við ætlum að byggja okkur upp sem ferðamannastað og ferðamannaþjóð og gera það í leiðinni að skapa því góð lífsskilyrði, þá fylgir því svolítið að við erum dýr
í alþjóðlegum samanburði. Þannig að við þurfum í sjálfu sér ekkert að vera feimin við það, en við þurfum bara að gæta því að gæðin fylgi og eftir og upplifum fólks í takti við þann kostnað sem við ráðast út í hér. Annað sem er áhugavert er að þessi könnun var gerð 2015 og birt á Eurostat. Nú gengi krónunar hækka mikið síðan, eins og ég veit að þið vitið. En í niðurstöðum könnunar Íslandsstofu sem varpaði fram þeirri fullyrðingu gagnvart erlendum almenningi, það er ekki dýrt að dvelja sem ferðamaður á Íslandi, að þá svöruðu 54% í játandi núna í upphafi árs. Það er ekkert afgerandi herra að læra hlutfall heldur en við sjáum í mörgum samkeppnislöndum okkar. En það sem er áhugavert við þetta er að í sambærilegri könnun 2015 að þá svaraði nákvæmlega sama hlutfall þessari fullyrðingu játandi. Það hefur ekkert breyst í þeirra viðhorfi gagnvart því hvort að Ísland sé dýrt eða ekki á þessum tíma þegar krónan hefur verið að styrkjast þetta svakalega mikið. Og þetta rennir svolítið stoðin undir það sem að ég var að segja hér áðan, að við erum aðeins í skjóli smæðarinnar hvað varðar myntina. Að almenningur erlendis ekki að fylgjast með gengisþróun krónunar frá degi til dags. En ferðaþjónustan er einn mikilvægasti atvinnuvegur landsins og 13% starfandi manna starfa í greininni. 24.000 manns á síðastliðnu ári. En við þurfum svo sem ekki að fara langt hérna inn í miðbæinn að sjá alla grósku veitingastaðana sem að spretta upp vegna eftirspurnar ferðamannsins eða byggingarkranana sem að reisa næstu hótel til að taka á móti fjölgun ferðamanna sem að koma. Átt okkur á því að þetta hlutfall líklega hærra en 13% þegar að öll störf eru tekin saman sem að eru beintengd eftirspurn í ferðaþjónustu. Kostur greinarinnar er meðal annars sá að hún skapar störf. Og það var mikill kostur þegar hún kom hér inn í íslenskt efnahagslíf með miklum krafti á tíma þegar mikið slaki var á innlendum vinnumarkaði. Því hún hjálpaði verulega til við að ná niður þessu böli sem atvinnuleysi var hér hjá okkur. Og þannig er að með beinum hætti er hægt að rekja 42% allra nýrra starfa sem að fæddust í hagkerfinu á tímabili frá 2010 til 2016 til greinarinnar. Og ef við tökum inn það sem Bjarni nefndi, þau störf sem að fæðast óbeint í greininni, að þá erum við komið hlutfall sem og yfir 50%. Það sýnir í rauninni hvað hlutverk greinarinnar hefur verið stórt í þessu og það sýnir líka hvað hlutverk greinarinnar hefur verið stórt í að lyfta hagvexti hér á landi sem lengi framan af var keyrt áfram fyrst og fremst af vexti útflutnings og ekki síst þjónustuútflutnings. En það er ánægjulegt að sjá að framleiðni innan ferðaþjónustunnar er að aukast og svona vísbendingu það er að skoða hversu margir ferðamenn koma á hvert starfandi í greininni. Þessi mælikvarði var 74 ferðamenn á hvert starfandi á síðastliðnu ári og hafi þá tvöfaldast frá upphafi uppsveiflunnar í ferðaþjónustunni og við áætlum að framleiðni muni aukast á þessu ári og þetta hlutfall verði 83 á þessu ári. En við erum að sjá þetta líka í fyrirtækjunum sjálfum. Fólk í rekstrinum er að leita eftir stærðarhagkvæmni, það er að sameinast, sumir í yfirtökum til að nýta betur þá fjárfesting og það fólk sem er nú þegar til þess að þjónusta fleiri ferðamenn og ná út framleiðni í sínum rekstri. Við reiknum með því að fjölgun starfa í greininni verði 3.500 á milli árunum 2016 og 2017. Þetta er verulegur vöxtur eða sem nemur 1,8% af vinnuafli í landinu, eða starfandi í landinu. Og er verulegur vöxtur í ljósi þess að atvinnuleysi hér síðasta ári var 3% og atvinnuþátttaka 84%.
Þannig að innlent vinnuafl er nándannæri full nýtt og alveg ljóst að til þess að mæta þessari vinnuaflsþörf greinarinnar að þá þarf að flytja hér inn vinnuafl á stórum hluta. Við reiknum með að helmingur af þessum 3500 verður erlent vinnuafl, sem gerir það að verkum að hlutfall erlends vinnuafls í greininni, sem fyrir er hátt, mun fara upp í því að vera þriðjungur í samanburði við það sem er almennt í hagkerfinu kringum 10%. Íbúðaverð er hátt á Íslandi í dag og hækkað 16% á síðastliðnum 12 mánuðum og hækkunartakturinn hefur verið að aukast á undanförnum mánuðum. Á þessu tímabili, eins og við vitum, er verðbólgan búin að vera lág, sérstaklega út af kannski styrkingu krónunnar, hefur gert það að raunverð stendur jafn hátt og í síðustu uppsveiflu í kringum 2006 og við eigum von á því að það haldist hátt á komandi misserum. Það er áhugavert að rýna í forsendunar fyrir þessum hækkunum á húsnæðisverði sem aðalega hafa verið bætt fjárhagsleg staða heimilina. Megnið af uppsveiflunni núna á íbúðamarkaðinum hefur fylgst mjög vel af kaupmáttur launa og raunverðsþróun íbúða. Þar til reyndar nýverið, það hefur skilið þarna á milli. Og okkar afstaða er sú að þar ráði mestu talsverður skortur á nýju íbúðarhúsnæði. Og við reiknum með að þörfin fyrir nýtt íbúðarhúsnæði hér á síðastliðnu ári hafi verið 3100 íbúðir og þessi þörf er að koma stórum hluta til vegna þessar vaxtar í ferðaþjónustunni. Helmingur af þessu má rekja til að mynda til þess að hér er mikill innflutningur á erlendu vinnuafli þessar mundir. Þriðjung af þessu má rekja til vaxtar deilihagkerfisins og síðan er restin hin eðlilega fólksfjölgun sem hér á landi. Og framboðið sem hefur verið það bil 1000 íbúðir á ári síðustu ár er ekki nema rétt þriðjungur af þessari þörf og alveg ljóst að þetta þrýstir þá verðinu líkt og Bjarnólfur nefndi og mun gera það áfram á þessu ári þegar saman fer skortur á nýjum íbúðum og áframhaldandi þróun í bættum fjárhagslegum hag heimilina. Hver ferðamaður sem kemur til landsins eyðir 202.000 krónum á ferðalagi í sínu hingað. Stærsti kostnaðarliður ferðamannsins flugið og gistingin og vega þessi tveir þættir tæpan helming af útgjaldaliðum ferðamannsins. Það er því gaman að rýna eins í þessar tölur, hvernig þær hafa verið að þróast á undanförnu og við sjáum að flugið hefur verið að lækka með lækkandi olíuverði og komu erlendra flugfélaga, harðnandi samkeppni og aukningu í lággjaldaflugfélaga sem að fljúga til landsins. En önnur mynd birtist ef við skoðum gistirými því að það hefur verið að hækka örlítið og er það náttúrulega með hækkandi nýtingu á hótelherbergjunum sem að hefur hækkað verðin en þó þannig að deilihagkerfi sem hefur vaxið í þessu umhverfi hefur haldið þess í við hækkunina og þar eru fleiri gistimöguleikar á ódýrari verðum heldur en á hótelum. Á öðrum þáttum þá er afþreying og menning að vaxa hvað hraðast og það eru kannski fjölbreytileikinn sem er að aukast í norðurljósaferðum eða hraðaskoðun sem er að koma sterkt inn og móti því er verslun og þjónusta að það er að minnka sem hlutfall af eyðslu ferðamanna. Íslensk ferðaþjónusta er í sérstakri stöðu í alþjóðlegu samanburði hvað það varðar að hingað koma 90% allra ferðamanna með flugi. Í innanríkjunum er þetta hlutfall í kringum 54%, þar sem eðli málsins samkvæmt fleiri koma yfir landamæri með lestarsamgöngum og bifreiðum og svo framvegis sem er náttúrulega ekki mögulegt hér. Þetta gerir það að verkum að þróunin sem við höfum séð undanfarið í verði flugfargjalda sem hefur verið að þróast niður á við
er sérstaklega hjálplegt fyrir þjóð eins og okkur sem byggjum svona mikið á flugi. Og þessi verðlækkun hefur átt sér stað vegna þess, við erum að sjá tækniframfara á þessu sviði, það eru reglugerðarbreytingar, það eru olíuverðsbreytingar og það er meira framboð af lággjaldaflugfélögum. En við, ætlaði ekki að grípa fram í fyrir þér? Nei, það er svo vel. En við gerum ráð fyrir að 28 flugfélög verða með áætlunarflug til Íslands á þessu ári, sem er aukning frá árinu 2010 þegar voru eingöngu 10. Þetta er mikilvægur þáttur í áhættudreifingu ferðaþjónustunnar. Við erum þá að fá farþega frá fleiri löndum, fleiri áfangastöðum og þau eru að koma í mismunandi myndum inn í hagkerfið. Þetta er góð áhættudreifing. En við sjáum það að þrátt fyrir það að erlendu flugfélögum séu til tvöfalda framboðsrétt á undanförnum árum og hver 10 ferðamönnum sem kemur til landsins er að koma með íslensku félögum með tveimur, Icelandair og WOW. Og ef maður skoðar vöxtinn á síðastu ári sem var nokkur, þá er sama mikil byggt. Það er 80% af vextinum er að koma frá íslensku félögum. En það er þó þannig ef maður horfir út á þessa mynd og út frá áhættudreifingar horfið fyrir ferðaþjónustuna að erlendu flugfélögin er að auka hlutdeild sína í framboði á þessu ári og verða íslensku félögin með 75% af viðskiptum. Heildarframboð í flugi til landsins hefur tvöfaldast yfir síðustu 4 ár. Þetta er náttúrulega veruleg aukning, það er miklu meir beint flug frá fleiri borgum og fleiri löndum heldur en áður séð og við erum að njóta vel legu landsins sem ég veit að við hjá Ísafjörð munum fara hér yfir og eftir hvaða möguleikar eru til þess að nýta enn frekar sem höfn og áfangastað í framtíðinni, ekki bara sem tenging á milli Evrópu og Bandaríkjanna heldur líka jafnvel inn í Asíu og víðar. Þannig að þarna eru miklu möguleikar til vaxtar, myndi ég halda, viljum við fara þangað. Það er að vissu leyti sigur að við höfum getað mætt öllum þessum vexti í fjölda ferðamanna sem hér hefur verið undanfarið og gistináttaþörf þeirra með gistirými hér. Og þetta höfum við gert með ýmsum hætti. Við höfum nýtt betur þær fjárfestingar sem við vorum þegar búin að ráðast út í á þessu sviði. Nýtingarhlutfall hafa færst ofar. Við erum búin að fjárfesta umtalsvert á þessu sviði og við höfum opnað heimil okkar fyrir þessum gestkomum í gegnum deilihagkerfið. Nýtingin á hótelherbyggjum á höfuðborgarsvæðinu var há á síðastliðnu ári. Hún var 84% að meðaltali sem er hátt í alþjóðlegum samanburði. Og það hæsta sem gerðist á Norðurlöndunum. Og þarna erum við að horfa á meðaltalið yfir árið og yfir þá háannan tíman, þá erum við komin yfir 90% og þá er hægt að fara að tala um að hótelrými í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu sé orðið uppselt. Þetta hefur áhrif á verðin og þau hafa verið að skríða upp á undanförnum árum og eru orðin þau hæstu á Norðurlöndunum. Í Reykjavík voru 18.000 á hótelherbergi á síðastliðnu ári. Nú, þetta hlutfall RevPAR er í rauninni margfeldi af þessu tvennu, verði og nýtingarhlutfalli. Sýnir hversu vel okkur tekst að fylla hótelherbyggi með gefið verð. Og vegna þess að bæði nýtingarhlutfallið og verðið hefur verið að hækka, þá hefur þetta verið að snarhækka hér og verið talsvert hærra heldur en sjáum í öðrum borgum Norðurlandana. Það er meiri árstíðasveifla hér vegna þess að hér er verðið að sveiflast meira heldur en sjáum þar. Og síðan þegar við komum að sjálfsögðu út á land og þá sjáum við talsvert lægri hlutföll og meiri árstíðasveiflu. En engu að síður Reykjavík stendur tiltölulega vel hvað þetta varðar í alþjóðlegum samanburði. Það er áhugavert í þessu ljósi að skoða annars vegar út frá ferðamannaspá okkar hver þörfin er fyrir ný hótelherbyggi á þessu ári og næstu árum og síðan hvað er í pípunum varðandi ný hótelherbyggi. Og þetta
reiknistæmi skilur okkur því að það er þörf fyrir 1400 ný hótelherbyggi á þessu ári á höfuðborgarsvæðinu, en á móti ekki nema 465 hótelherbyggi í Pípunum, er rétt þriðjungur af þessari þörf. Þannig að enn og aftur erum við að sjá sömu mynd birtast og hefur verið að birtast okkur hér síðustu ár í þessum mikla vexti að nýtingarhlutföll á hótelinu verið þrýst ofar, að verði á hótelinu verið þrýst ofar og að stórum hluta af gistináttarþörf þess vaxta sem við sjáum fyrir okkur í fjölda ferðamanna er þrýst yfir í deilihagkerfið og það mun þá aukast þar enn frekar. En við erum búin að fara aðeins yfir það hér að nýtingin orðin há í alþjóðlegum samanburði og verðin á hótelherbyggjunum orðin hæst á Norðurlöndunum. Þetta hefur skapað grundvöll fyrir deilihagkerfið að vaxa á undanförnum árum og er Airbnb þar veigamest undir. Sá markaður hefur nánast verið að tvöfalda sig ár eftir ár núna undanförnum árum og er mikilvægur sveiflujafnari fyrir ferðaþjónustuna svo við getum tekið á móti þeim gestum sem hafa viljað vera að koma. Við áætlum að gistirými innan þessa markaðar verði á við gistirými allra hótela á höfuðborgarsvæðinu á þessu ári. En nýtingin á þessum markaði, hún er lægri heldur en á hótelunum, var 55% á síðastliðnu ári og því er ákveðið svigrúm til vaxtar hér á höfuðborgarsvæðinu í gegnum þennan markað. Nú, heildartekjur af Airbnb á síðastliðnu ári eru áætlaðar 6,8 milljarðar. Þetta er ekki lág fjárhæð, til samanborið að vera heildartekjur af hótelrekstri 9,6 milljarðar á síðastliðnu ári. Og þið sjáðu á myndinni þessa mikla aukningu sem á sér stað á milli ára í þessum tekjum, sem á sér stað vegna þess að það er að fjölga íbúðum, það er að hækka nýtingarhlutföll og verðin er að hækka. Það var að meðaltali 16.000 krónur ríflega á hvert gistirými per nótt á síðastliðnu ári og er nokkuð lægra og sérstaklega þegar maður tekur undir per rúm, eða per gest miðað við hótelin á síðasta ári. Sem segir manni það, þetta er náttúrulega ódýrari kostur sem að ferðamenn eru þarna að nýta sér, sem er að hjálpa þeim við að halda niðri kostnaði við dvölina hér, sem að einhverju leyti þá mótvægi við styrkingu krónur og hækkun og innlendu verðlagi almennt sem hefur verið að gerast. Bílaleigumarkaðurinn er mikilvægur markaður innan ferðaþjónustunnar. Ferðamaðurinn þarf að fara á einkabílnum á milli þessar náttúruperlna, en hann er mjög fjárfestingafrekur. Við áætlum að 30 milljarðar hafi verið fjárfest beint í bílaflótunum á síðastliðnu ári og það er fyrir utan þá fjárfestingu sem að bílaleigurnar hafa þurft að fara í uppbyggingu fasteigna til að halda utan flotan, styrkingu innviða og þjónustuþátta til að geta tekið á móti þessum fjölda ferðamanna sem hafa verið að koma. Bílaleigurnar, þær eru mjög sveigjanlegar, það geta auðveldlega brugðist við aukningu og minnkun á eftirspurn, en veltan hefur verið að aukast með fjölgun farþega til landsins og við áætlum að veltan á þessu markað verði 60 milljarðar á þessu ári. Bara til þess að draga þetta saman. Framundan er eitt stærsta eða allra stærsta ferðamannaár sögunar hér á landi. Þessum umfang greinarinn ekki bara í gjaldeyrisköpun og vinnumarkaði og í hagkerfinu öllu verður það stærsta sem við séð heldur bara í samfélaginu sem slíku. Þetta reynir á þanþol hagkerfisins þessar mundir, en Ísland er ekki uppselt með tillit til flugumferðar, með tillit til samgangna almennt, með tillit til gistirýmis eða auðlinda á þessu sviði. Það er enn svigrúm til vaxtar ef við viljum fara þangað. Við erum dýr heimasækja, en ef við viljum byggja hér á ferðaþjónustu sem skapar góð lífsskilyrði fyrir okkar íbúa, að þá eigum við líka að vera þar. En við verðum að passa það að gæðin fylgi eftir þeirri verðlagningu og við verðum að gæta því
að auðlindanýting á þessu sviði líkt og öðrum sé með sjálfbærum hætti. Takk fyrir. Takk. Góðan daginn, Elín Árnadóttir heiti ég og er aðstoðarforstjóri Isavia. En það sem hefur verið helst á mínum borðum undanfarin ár er að skoða framtíðina. Hvaða tækifæri höfum við og hvernig getum við nýtt þau? Og hvaða áhættuþættir eða breytur þurfum við að huga að til framtíðar? Ég ætla að einblína á hér í dag í erindi mínu sem hefur heitið Af hverju Ísland, flugvöllur í samkeppni, er að fara yfir hvernig við erum að skoða og greina þann markað sem Keflavíkurflugvöllur er á. Ég ætla ekki að fara sérstaklega yfir hvað það er sem Ísland hefur upp á að bjóða sem áfangastaður, af hverju ferðamenn er að koma til landsins, né hvað það er sem er að draga þá hingað til landsins. Það hefur verið farið yfir það á öðrum fundum hér áður. Keflavíkurflugvöllur er stóra gáttin í landið og er einn mikilvægasti einstaki innviður ferðaþjónustunnar. En það er ekki bara ferðaþjónustan sem nýtur góðs af uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. Tengingar við umheiminn eru gríðarlega mikilvægir fyrir okkur sem samfélag og til að auka hagsæld okkar sem þjóð. Og ekki síst í útflutningi á ferskum fiski og öðrum vörum sem við flytjum út. Fraktflutningar Keflavíkurflugvöll á síðasta ári voru 49.000 tonn og hefur verið að aukast undanfarin 4 ár 16%. Við sjáum nýja markaði opnast fyrir fraktflutninga þegar nýjir áfangastaðir kemur inn þar sem mest af fraktflutningum á Keflavíkurflugvelli fer í farþegavélar. Og má þar nefna Los Angeles, San Francisco og Chicago. Horft til framtíðar er það því ljóst í mínum huga að það er gríðarlegt tækifæri sem við getum nýtt út frá legu landsins okkar og þeim krafti sem við búum í sem þjóð. Mjög mikilvægt er því að vandað verði til verka við þau stækkunar áform á Keflavíkurflugvelli með það að leiðarljósi að styrkja þá grunnstoð sem flugrekstur á Íslandi er. Það liggja líka arðsemistækifæri í þeirri uppbyggingu sem framundan er á Keflavíkurflugvelli, en við viljum líka að þessi uppbygging sé í sátt við samfélagið okkar. Flugvellir er ekki lengur bara staðir þar sem fólk kemur og fer, heldur vaxtarsvæði fyrirtækja sem njóta góðs af nálægð við flugvellin. Skýr stefna í þessa átt getur skilað auknum vöru- og þjónustuviðskiptum, laðað til landsins í auknum mælum erlendar fjárfestingar, fjölgað verðmætum störfum og aukið hagsæld íbúa landsins alls. Keflavíkurflugvöllur er samgöngumiðstöð flugs á milli Evrópu og Norður-Ameríku og hefur möguleika á því að tengjast Asíu. Það sem ég langar aðeins að fara í gegn hér, eins og ég sagði áðan, er ekki hvernig ferðamaðurinn velur áfangastaðinn, heldur hvernig velur flugfélag áfangastað eða flugvöll, sem auðvitað er grunnur að því hvernig spá ferðamannafjölda verður til framtíðar. Það er hvernig þróast flugframboð til landsins. Þetta er þó ekki tæmandi listi, en það sem helst er litið til er hvert er markaðsvæði í kringum viðkomandi flugvöll, hver er heimamarkaðurinn, íbúafjöldi, hvað er í boði, hótelframboð, afþreying og þess háttar. Er framundan uppbygging sem kallar á flutning vinnuafls? Er alþjóðlegt fyrirtæki með starfsstöð á svæðinu? Landfræðileg lega landsins, það sem hér er verið að skoða er flugtími á milli áfangastaða, hvernig eru flugferðlar frá þeim áfangastað sem verið að fljúga á og þarna kemur líka mat á hversu lengi áhöfnin við störf þarf að skipta áhöfn eða getur hún flogið fram og tilbaka. Hver er heildar farþegafjöldi á viðkomandi flugvelli? Hvernig er núverandi frambúð og hver er eftirspurnin? Einnig er skoðað hvernig hafa fargjöld verið að þróast milli áfangastaðana,
hvernig eru flugvallagjöldin og afgreiðslukostnaður og þetta skiptir gríðarlega miklu máli til að leiðin sé arðbær. Því það fer ekkert flugfélag að fljúga milli 2 áfangastaða án arðsemi. Síðan er skoðað hvernig þjónusta er við farþega og flugvélar, hversu skilvirkur er flugvöllurinn, hvernig er stundvísin og hversu lengi er flugvöllurinn að afgreiða flugvélina inn og út eins og talað er um. Hvernig eru við að vinna með flugfélögum? Áfangastaðurinn Ísland er mun þekktari en áður var, en hér áður fyrr voru við útskýra hvar við værum á landakortinu og hversu langt flugvöllur raun og veru er. Það sem hefur verið meira núna á undanförnum árum er að vekja athygli á landshlutakynningum og fögnum við vel þeirri vinnu sem að Ferðamálastofa hefur verið að vinna með landshlutunum þar sem hefur verið að samræma fyrir hvaða landshlutarnir standa fyrir. Flugfélögin eru því betur upplýst Ísland hvað þjónustu og afþreyingar í boði. Meiri áhersla er á viðskiptatækifærið. Við erum með aðgang að kerfum sem sýna hvaðan farþegarnir eru að koma, hvaða tækifæri eru að opnast og hvernig flæði farþega þróast. Viðskiptatækifæri byggist því á flæði farþega, fargjöldum, áætluðum tekjum og svo framleiðni. Lega landsins er auðvitað lykillinn að þessu, þar sem við erum á milli 3 heimsálfa. Ekki síst eftir að byrja var að fljúga yfir Norðurpólinn og þannig getum við tengst áfangastöðum sem er norðarlega í Asíu. Þarna sjáum við tækifæri til að þróa Ísland sem flutningamiðstöð flugs á Norður-Atlantshafi. Tengjum þannig landið við umheiminn sem mun þýða að samkeppnishæfni landsins á öllum sviðum atvinnulífsins mun aukast. En samkvæmt niðurstöðum ACE European Impact of European Airports skýrslu sem gefin var út í janúar 2015 kemur fram að 10% aukning í flugtengingum til og frá landi þýða 0,5% aukning í þjóðarframleiðslu. Beinar tengingar eru því gríðarlega mikilvægar fyrir okkur sem þjóð. Stærð markaðarins. Við höfum verið að horfa á gríðarlegan vöxt eða 21% að meðaltali ári. Þetta hefur leitt til þess að fleiri flugfélög eru að fara að líta okkur sem markað sem vert er að skoða. Það er mikill munur á því að reka flugvöll með 2 milljónir farþega eða flugvöll með rúmlega 8 milljónir farþega. Og aðilar sem eru að skoða tækifæri til framtíðar þá vekur 8 milljóna markaður mun meiri eftirtekt en 2 milljóna markaður. Og ég tala nú ekki þegar heimamarkaðurinn er ekki nefnilega tæplega 400.000. Núverandi framboð. Við erum næsta sumar með 95 áfangastæði sem eru flogið frá Keflavík og 26 flugfélög í sumar. En það er ekki okkar markmið að vera með sem flest flugfélög í sumartíman. Okkar markmið er að reyna að setja fram flugvöll þar sem flogið er allt árið og fleiri sjá tækifæri í heilsársflugi. Við verðum núna með 12 flugfélög á þessu ári og þar eru svo stór flugfélög eins og Delta, SAS, Finnair og British Airways koma inn sem er mjög jákvætt. Mér langar aðeins að fara hér yfir þróun flugs á Norður-Atlantshafi því að við rekum flugleiðsögu þjónustu innan Isavia þar sem við stýrum allri flugumferð yfir Norður-Atlantshafi og þar erum við að sjá mikla aukningu. Frá 2012 er 53% aukning í fjölda ferða í okkar svæði. Þarna erum við að sjá bara svæði sem við erum að reka sem er í raun og veru rétt fyrir neðan Ísland en þar fyrir neðan er Shannon-svæði svo kallað. Það er mun meiri umferð þar eða 3-falt fleiri. Þetta er gríðarleg fjölgun véla sem eru að fara þarna yfir svæði frá Norður-Ameríku til Evrópu og þetta gefur til kynna aukna samkeppni á þessum svæðum og það þurfum við að vakta. Ef við greinum þessar ferðir sem er innan okkar svæðis þá sjáum við að þær eru að fljúga milli þessara borga. Ég tók saman topp 10 og þá sjáum við hversu margar ferðir þetta eru þarna á milli. Við getum líka með því að fylgjast með þessu séð tækifæri fyrir okkar íslensku flugfélög að fara inn á ákveðnar borgir ef mikil aukning er komin þar inn og markaðir eru að stækka. En samkeppnin á Norður-Atlantshafi er hörð. Það fóru 61 milljónir farþega frá Evrópu til Norður-Ameríku 2015. 3 stórir samstarfsaðilar eru með 80% af markaðnum. Þar erum við að sjá að American Airlines, British Airways, Iberia, Finnair og Aer Lingus vinna saman með 25%, Delta, Virgin, Air France og KLM með 27%
og United Air Canada Lufthansa með 28,5%. Þessir aðilar voru að flytja 49 milljónir farþega 2015 milli Norður-Evrópu og Norður-Ameríku í gegnum hina ýmsa hubba, kannski leiðilegt orð, flugvalla, svo sem Heathrow, Amsterdam, Frankfurt, París og hafa nú meira mæli verið að líta augum á Dublin sem að koma með viðbótar flugbraut þar sem afköst hinna flugvalla að verða fullnýtt. Við teljum og íslensku flugfélögin hafa verið að nýta þessi tækifæri og nota Keflavík sem hub frá minni flugvöllum í Evrópu til minni flugvalla í Norður-Ameríku, en þetta vísu ekkert litlir flugvellir sem að ræða, þeir mun stærri og með mun stærri heimamarkaði en við erum nokkru sinnum með. En við verðum að skoða þetta í samhengi. Hver þróunin til framtíðar í heiminum? Hér sjáum við spá DKMA sem að sérhæfi sig í rannsóknum og spám fyrir yfir 300 flugvelli í heiminum. Þar gert ráð fyrir 3,1% árlegum vexti milli Norður-Ameríku og Evrópu. Við erum að sjá 4,8% árlegan vöxt milli Asíu og Norður-Ameríku. En við sjáum líka að milli Mið-Austurlanda og Asíu gert ráð fyrir minni vexti en hefur verið undanfarið og það geti líka haft áhrif á vöxt í Evrópu. Það tengist líka því hversu mikið af flugvélum verða framleiddar og hvert þær fara og til þess að þetta viðbótar framboð komi fram. Það auðvitað líka þannig að á lengri leiðum eru vélar að stækka og hagkvæmnin verður meiri. 1184 milljónir manna ferðuðust heiminn 2015. Alþjóðlegur túrismi stendur undir 7% af þjónustu og vöruflutningu og tengja má 11 hvert starf í heiminum við ferðaþjónustu. Þetta þýðir að 1800 milljónir manna munu ferðast í heiminum 2031. Hér langar okkar að varðandi eftirspurnina. Mér langar að sýna ykkur hér áhugi eftirspurnina, hvernig það spilar inn í. En það sem ég langar að draga fram aukning á ferðaleitarfyrirspurnum Ísland hjá herra Google. En þar erum við að sjá 65% aukning á milli ára, það í janúar 2016 og 17. Þið sjáum gula punktin þarna uppi vinstra megin. Við sjáum mikinn áhuga í ferðakönnunum sem Íslandsstofa hefur líka verið að gefa út nú nýlega. Þannig eftirspurnin til staðar, en við þurfum að passa okkur. Flugfargjöld eða flugvallargjöld og framlegð sem hefur áhrif á arðsemi flugfélagana. Hér langar okkur að sýna hvernig við erum að standa okkur í samkeppni við aðra flugvelli. Hér sjáum við gjald sem flugfélagi þarf að greiða á flugvöllum miðað við 77 tonna flugvél og 143 farþegar innanborðs. Þetta reiknað yfir íslenskum krónur miðað við gengi dagsins, en gjöldin okkar á Keflavíkurflugvelli eru annars vegar í evrum og hins vegar í íslenskum krónum. Við erum með mismunandi gjaldskrá í vetur og sumar. Það eru aðrir flugvellir með líka en það ekki sýnt hér. Þetta hefur hjálpað okkur mikið til þess að auka flugframboðið yfir vetrartímann og sjáum við það berlega á okkar farþegatölum eftir að við settum þetta fram. Við erum nokkuð dýr yfir sumartímann. Oslo aðeins dýrari en allir hinir flugvellir á Norðurlöndunum eru mun ódýrari. Við höfum alltaf verið nokkuð ofarlega á þessum lista, en höfum getur verið að halda okkur í stað vegna þess að við höfum verið að fá mun betri nýtingu á okkar mannvirki. En styrking krónunnar hefur alls ekki verið að hjálpa okkur. Og þetta farið að bíta í hjá okkar viðskiptavinum. Þetta það sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að ákveða forgangsröðun og uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. En 50% tekjum vallarins koma í gegnum flugvallagjöld og við megum ekki missa samkeppnishæfni okkar þar. Þá eru flugfélögin farin að fljúga á aðra flugvelli og við sitjum uppi með stóran flugvell sem ekki nýttur og tekjur þar af leiðandi minnka. En það líka þarf að hafa í huga þjónusta við farþega. Okkar hlutverk að vera hluti af góðu ferðalagi. Það þarf einnig að verja. Það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir flugvöll sem ætlar að reyna að byggja sig upp sem hub að þjónusta og skilvirkni flugvallarins sé sem bestur. Þarna til dæmis að ræða merkingar, biðraðir, þjónusta, afþreying og fleira og mjög mikilvægt í þessu samhengi hreinlæti. Við höfum rúmlega 10 ár verið aðilar að könnun sem gerðir á vegum Alþjóðasamtaka flugvalla, Airport Council International, og svara farþegar spurningum gæði 34 þjónustuþátta og eru niðurstöður birtar ársfjórðungslega. Könnunin framkvæmd í yfir 300 flugvelli víðs vegar heiminn. Og eins og sjá má á glærunni
eru brottfararfarþegar og tengifarþegar sem fara Keflavíkurflugvöll mun ánægðari með þjónustuna en farþegar sem ferðast aðra flugvelli í Evrópu sem taka þátt í könnunina. Og þannig viljum við hafa það. En það er ekki nóg að hafa góða þjónustu við farþega. Við þurfum líka að veita góða þjónustu við flugvélar. Og þar nýtum við flugleiðsögusviðið okkar. Og má þar nefna að við höfum verið að fá verðlaun þar fyrir framúrskarandi þjónustu líka. Nýlega höfum við klárað innleiðingu á svokölluðum ADS-B-búnaði sem fjarskiptabúnaði við flugvélar og þurfti að setja upp ADS-B-stöðvar upp bæði í Íslandi og Grænlandi til að ná þessu upp. Getum við þannig boðið upp á hærra þjónustustig, hagkvæmari leiðir yfir hafið, vélar fljúga hærra sem leiðir til þess að þær brenna minna eldsneyti og það er beint samband við flugumferðarstjóra. Sífellt fleiri koma líka yfir vetrartímann og það er ánægjulegt. Þetta er að vísu bara ferðamenn, ekki heildarfarþegafjöldinn, en við sjáum 2010 að ferðamennirnir komu, 50% öllum þeim ferðamennum sem komu til landsins, komu yfir sumartímann, en á næsta ári erum við að sjá að þetta er jafnt, þannig að 33% er að koma í sumartímann, 32% á öxlunum eins og við köllum það sem vera apríl, maí og september, október og 35% í veturinn. Það er dreifingin er orðin gríðarlega mikilvæg. Og eins og við sáum, þá hefur farþegafjöldinn utan sumars verið að aukast jafnt og þétt og það er gott og þannig höfum við náð betri nýtingu á þeim mannvirkjum sem við höfum á Keflavíkurflugvelli. En við þurfum líka að ná betri nýtingu innan dagsins. Við sjáum að þeir flugvellir sem við erum að bera okkur saman við í flugvallagjöldunum, eins og ég sýndi ykkur áðan, eru með stöðugan straum inn og út af flugvellinum allan daginn. Allir flugvellir eru þó með sérstaka álagstíma. En eins og við sjáum hér afgreiðslutímar á flugvellinum og það autt pláss þarna á milli high peak-anna sem sjáum við þarna. En við erum núna að innleiða breytilega gjaldskrá innan dagsins. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli þegar ákvarðanir uppbyggingu er að ræða. En við erum að vinna í því að nýta daginn betur og ná að halda flugvöllum samkeppnishæfum í verðum og gæðum. En af hverju Ísland? Markaðurinn hefur stækkað sem gerir Ísland áhugaverðari áfangastað fyrir flugfélög. Þjónusta flugvallarins er metin góð en hafa verið í huga að álag vegna stækkunar hefur verið mikið. Flugvallagjöldin eru enn samkeppnishæf en þar þarf að stíga varlega til jarðar. Hafi sýnt fram á mikilvægi þess að huga vel að samkeppnishæfni flugvallarins og Íslands sem áfangastaðar í allri ákvörðunartöku sem þetta getur haft áhrif á. Takk fyrir. Í framhaldi af umfjöllun Elínar uppbyggingu flugvallarins og þá samkeppni sem hann er í, langar mig að byrja á því að spyrja ráðherra út í samgöngustefnu stjórnvalda. Og sem ráðherra ferðamála þá skiptir þetta þau miklu máli að ferðamaðurinn komi til landsins og hvernig hann er að koma til landsins. Er þörf á sérstakri samgöngustefnu í flugi til og frá landinu? Já, ég held ég get alveg tekið undir það að það væri mjög gagnlegt að hafa slíka stefnu. Flugið er auðvitað núna tekið inn í samgönguáætlun en það er mjög svona einangra við uppbyggingu flugvalla, aðalega bara innanlandsflugvallana. Við höfum svona verið mjög upptekin af því að hugsa þessi viðmið, þetta svona stóru myndin í ferðaþjónustu og ég held að svona samgöngustefna í flugi myndi falla mjög vel þar inn vegna þess að eins og hér komið fram og við vitum að því við erum eyja þá þetta koma lang flestir inn með flugi
að þá verða aðrir innviðir að ná að fylgjast að eða þetta verður einhvern veginn að tala saman. Þess vegna gætu við, þetta er ekkert, flugvöllurinn getur aldrei verið eyland, við getum ekki komið með fjölda manns inn án þess þá að koma þeim í gegnum Reykjanesbrautina, út vegina og á ferðamannastaðina, á veitingahúsin, á hótelin eða gistirýmin. Þannig að út frá því held ég að þetta væri gott inn í það, að ég svona svolítið upptekin af því og þetta geti verið svona stýritæki og auðvitað hægt að bregðast við markanum. Og mér skilst að þarna inni eigi þá vera í rauninni allt sem snertir flugið, hvort það þá líka bara eða vantar flugmenn eða hvað annað. Þannig að ég get alveg tekið undir það að það væri, held ég, mjög gagnlegt og gott að vera með sérstaka stefnu í fluginu. Já, Björn Óli, þú ert forstjóri Isavia og flug til og frá landinu er stór hluti af ykkar daglega rekstri. Hver er þín skoðun? Ég held ég alveg sammála ráðherra í þessum efnum. Við höfum auðvitað séð alveg ótrúlegan vöxt undanfarin ár. Ég held að hann er bara einsdæmi í Evrópu og víðar. En hann hefur gert svolítið þannig að það hefur verið hópur, bæði flugfélag og ég vildi ekki að segja Isavia hefur verið stór partur af þessu stefnu líka til að byggja upp þennan markað. En hver verður hann til framtíðar? Við höfum verið að sjá hérna hvað mikil áhrif þessi miklu vöxtur hefur á Ísland sem heild og ef við ætlum að halda áfram að vaxa skynsamlega þá verður þetta að vera allavega menn þurfa að vera sammála hvert menn ætla að fara, ekki bara á næsta ári eða þannæsta ári, heldur hvert viljum við fara eftir 15 ár. Þannig ég held að ég sé eins og ég sagði alveg sammála ráðherra í þessum efnum að það er nauðsynlegt að hafa þetta. Björgólfur, þú stýrir einu stærsta ferðaþjónustu fyrirtæki landsins og flug einnig stór hluti af ykkar starfsemi. Hvernig horfir þetta við ykkur? Flugvöllinn? Eða bara heilt yfir? Já, og samgöngustefnuna í flugi til og frá landinu. Ég hélt nú reyndar að séu laus slott á Keflavíkurflugvelli þá geti völlurinn ekki lokað sér. Þannig að ég held að það væri nú þannig að ef að flugfélög hafa áhuga að fljúga og er opið slott þá sé ekki þetta að stoppa það. En það er hægt að gera það náttúrulega með einhverjum gjaldtökum eða einhverju slíku. Þannig að auðvitað verðum við að við erum nú alltaf búin að ræða þetta mjög lengi. Við erum búin að vera að velta fyrir okkur stefnumótinu í ferðaþjónustu, getum sagt bara þess vegna í 6-7 ár og það var fyrir 5 árum síðan sem að við fengum Boston Consulting ásamt Isavia og fleirum að gera svona alvöru stefnumörkum fyrir íslenska ferðaþjónustu. Sú skýrsla fór svona miklu leyti bara upp í hillu. En þó notað úr henni en okkur hefur ekki enn auðnast að setja þetta niður fyrir okkur hvernig við viljum sjá þessa heildarmynd og ég er aðeins hræddur við það að við séum svona einhvern veginn bara alltaf að tala hlutina en framkvæmum aldrei neitt. Og það veldur mér aðeins áhyggjum horfandi á tölurnar sem við erum að áætla sem að þeir voru að fara yfir áðan að tala 30% aukning á þessu ári. Horfandi á verðlagið hvað það er orðið hátt sem segir manni þá að eftirspurnin eftir landinu er alveg gríðarleg. Ef að fólk vill koma í svona hátt verðlag og þá er í raun ekkert sem stoppar þetta. Ég veit ekki hvort að ráðherra getur skipað Keflavíkurflugvelli með einhverju stefnumörkun ofanfrá að takmarka aðgengi að vellinum, en ég er ekkert alveg viss að það sé akkurat lausnin. Já, Björn Óli, hvað? Ég held að kannski í þessu efni þá þetta skiptir máli að þetta er ekki bara spurning kannski þróun Keflavíkurflugvallar, heldur er líka spurningin að okkur vantar kannski línu með hvernig ætlum við að sjá til þess að bæði flugfélögin, þessi stóru flugfélög sem við erum með, nái fram nægum fjölda þjálfara starfsmenns og flugmanna og annars líka og það er hlutur sem hefur ekki tekinn til dæmis inn í samgönguáætlun. Það er alveg nauðsynlegt að við förum að skoða hvað aðrir innviðir en Keflavíkurflugvöllur og flugvélarnar þurfum við að hafa í þessu landi til lengri tíma til þess að við getum haft að Ísland verður áfram svona flugþjóð í heiminum. Ég held nefnilega bara austuð út af þessu að auðvitað skynja maður það að fólk er orðið svolítið langþreytt á umræðum og skýrslum og vinnuhópum og svona. En það má samt ekki gleyma því að við erum auðvitað, okkur hefur tekist að dreifa ferðamönnum miklu jafnar yfir árið heldur en við gerðum áður. Okkur hefur ekki tekist ennþá nógu vel að dreifa landið
sem núna verkefnið og inn í það eru þetta alls konar stefnumorkun og svona hluti sem að fólk getur kannski beðið eftir með einhverju óþreyju en skiptir samt rosalega miklu máli eins og þetta með að hvert svæði fyrir sig svona byggis upp á sínum forsendum, marki sína stefnu og sína styrkleika og það allt hluti af því að horfa til lengri tíma. En ég get alveg tekið undir það, við höfum auðvitað svolítið verið að elta skottið okkur. Við erum að reyna að horfa til langstíma, á sama tíma við sjáum að við þurfum að vera bara með þá kannski 3-5 ára stefnu, en svo erum við jafnvel bara í janúar, febrúar að hugsa hvað getum við gert bara fyrir þetta sumar, af því að fjölgun alltaf meiri og meiri og það einhvern veginn eru, þú veist, við verðum að, þó það verður ekki nefn bara eins og síðasta sumar var að setja upp hérna skilti það sem stendur ekki lengur bara einbreið brú, af því útlendingar skilja ekki hvað einbreið brú þýðir. Þú veist, þetta alveg úr þessu litlu hlutum sem er svona svolítið eins og í sletti just do it, en það þarf samt að gera það og einhver þarf að taka ákvörðuna og þess vegna skiptir líka máli og ég held bara að þurfi að gerast, það að ákveða þessi svona fyrstu skref, það þessi svona strúktúr og ég get alveg ímyndað með það að almenningur kannski hefur ekkert mikinn áhuga því að það komi inn stjórnmálamaður og tala skipulag og hver ber ábyrgð á hverju og eitthvað svona, en það bara forsenda fyrir því að allt hitt fúnkeri sem kemur þarna eftir. Veist, hver ber ábyrgð á því að byggja upp svæði í eigu ríkisins sem eru náttúruperlur? Við höfum hingað til að vera með framkvæmdasjóð ferðamannastaða og umhverfisstofnun að sækja í hann sem samt ríkisstofnun á fjárlögum, þú veist, þetta bara orðið allt flókið. Já, það að gríðarlega mörgu að huga, en það má segja að kannski tími hafi farið í að bregðast við þessum mikla vexti ferðamanna á síðustu árum, en mikilvægt líka að horfa til lengri tíma. Ef við færum okkur aðeins yfir í hótelin, Ólafur, þú þekkir þann markað mjög vel og samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar þá fjölgar nú ferðamönnum töluvert hraðar en hótelherbergjum. Airbnb-markaðurinn hefur hins vegar vegið aðeins upp á móti skorti á gistingu. Hvers æskilegt að hótelmarkaðurinn vaxi jafn hratt og raun ber vitni eða mætti hann vaxa hraðar eða hægar? Hver þín skoðun? Þetta nú einhver dýrasti þátturinn í uppbyggingu ferðaþjónustunnar, innviða að það að byggja upp hótel og þau kosta mikið og það ekkert 20, 30, 40 milljónir heyri maður herbyggið hjá sumum og það ekki skrítið að menn hugsi sinn gang, lánveitendur og fleiri, þessi banki til dæmis og þannig menn fari varlega, það ekkert, þeir þekkja það bankarnir að fá hótel í andlitið og þurfa að reka þau einhver ár sjálfir sko, þannig að menn forðast fortíðina, vil ekki endurtaka þann leik en hins vegar auðvitað æskilegt að það tekur tíma, það tekur skipulagsmál og erfiðar en voru, það koma alls konar fótspor fortíðar blasa nú við í miðbænum í Reykjavík og menn þurfa að taka tillit til þess og fara í gegnum alls konar nefndir á ráð og þannig 4 ár orðið bara frá því að menn ætla að fara að reisa hótel og þá hótelið komið, getur tekið 4 ár. Þannig að þetta tekur bara tíma. En það kannski fljótlega að leigja flugvélar og fjölga þeim helming og sturta öllum inn í landið og þá náttúrulega þessi markar, Airbnb-markar sem og þetta deilihagkerfi sem nýyrðið okkar, að það tekur við þessu og virðist taka við ennþá og bara gott og blessað og styður þessa glæsilegu gjaldeyrissöfnun sem hér hefur verið undanfarin misseri. Já, Þórdís, mér langar aðeins að spyrja þig út í þetta varðandi deilihagkerfið, en það alveg ljóst og kom fram hérna í erindinu hjá Ingólfi og Bjarnólfi að það að taka við á móti þessum aukna fjölda ferðamanna. Í því ljósi, hvert markmiðið með þeirri Airbnb-löggjöf eða lögum heimagistingu sem tók gildi núna áramótin? Já, þau lög voru, það frumvarp og sem varð að lögum var annars vegar samið til þess að mæta þessari auknu þörf á gistinóttum og eins og hann segir það auðvitað tekur tíma að byggja hótel og koma því í stand og hins vegar markmiðið að fá að fleiri skrái þennan rekstur sinn þótt takmarkaður sé og þess vegna skilst mér þetta fyrir mína tíð að þetta hafi verið gert til þess bara að fá fleiri til þess að skrá sig þannig að menn hafi ykkur yfirsýn yfir það og það sé hægt að þetta sé einfaldara ferli og það séu þó þau gjöld sem á að greiða af þessu og menn geta haft ýmsar skoðanir á Airbnb gistingum og auðvitað það eru að gera meiri kröfur á þau sem reka hótel heldur en þá sem eru með Airbnb en þessi löggjöf heimilar auðvitað svona frekar takmarkaða
gistináttafjölda og þetta svona ein leið bara til að mæta þeim veruleika sem blasir við okkur sem deilihagkerfið sko. Kannski aðeins í framhaldi af þessu aftur, Þórdís, það kemur fram í skýrslunni að einmitt Airbnb-markaðurinn hafi gríðarlega mikil áhrif á íbúðamarkaðinn. Ekki þörf á því að auka við nýbyggingar? Jú, ég held að það blasir við að það þörf á því. Auðvitað, ég get alveg fallist á það að ferðaþjónustan og þessi miklu fjöldi ferðamanna hefur áhrif á þá stöðu. En þegar að fólk ég geld varhuga því að fólk líti á ferðaþjónustuna sem einhvern svona blóraböggul í þeim efnum. Ég meina húsnæðismálin á Íslandi og sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu svo sem aðalega eru auðvitað miklu stærri og á sér lengur sögu heldur en það frá því að ferðamenn urðu svona margir. Það auðvitað bara stór vanta framboð á íbúðum og sérstaklega þessum litlu íbúðum sem að fólk byrja, að það að komast inn á markaðinn í dag bara agalegt sko. Þannig að það alveg augljóst að það þarf fleiri íbúðir. Já, og annað stórt mál. Ef við förum aðeins aftur yfir flugið, Björgólfur, það virðast ýmis teikn á lofti þessar mundir að flugfélög séu að færa sig yfir í langdrægari flugvélar, eða skipta yfir í langdrægari vélar. Telur þú að þetta geti haft einhver áhrif á Ísland sem alþjóðlegan tengiflugvöll til framtíðar? Nei, það hefur einhver áhrif en styrkur sko, þessa hub and spoke kerfi sem við erum að keyra á er þá að þú ert að tengja svona smærri svæði, Evrópu annars vegar og Ameríku hins vegar. Ég meina Ísland og Keflavík verður alltaf tiltölulega góður kostur tímanlega með one-stop flugi. Þessar langdrægari vélar eru þá þetta fara point to point en síðan fólk náttúrulega ferðast á aðra staði og Keflavík verður alltaf góður valkostur með tiltölulega stuttum ferðatíma almennt séð en ekki á kannski þessa stærri borgir. Þannig að ég hef fulla trú á því að Keflavík geti áfram verið mjög góður kostur fyrir félög að setja upp þetta kerfi eins og Icelandair að gera. Björn Óli, hvað segir þú Keflavík sem alþjóðlegan tengiflugvöll? Hverjir eru svona helstu ógnanirnar sem að flugvöllurinn stendur frammi fyrir? Ég held miðað við núverandi stöðu og ég sé ekki hún eigi eftir að breytast, þá þetta kerfi sem að Icelandair og WOW hafa verið að nota þess eðlis að þetta mun halda áfram í talsverðan tíma. Ef við aftur á móti kannski horfum á beinar ógnarir þá það meiri svona innri ógnarir okkar sjálfs og það þá að við sjáum gjaldeyrinn hækka alltaf mikið, þannig að það verður dýrar að reka flugvöllinn. Það geti leitt til þess að það yrði ekki eins hagkvæmt fyrir menn að fljúga gegnum Keflavík. Það væri ein hættan. Önnur hætta sem við erum mjög meðvituð ef við missum okkur í Keflavík og offjárfestum, þannig að gjöldin rísa líka. Það geti verið ekki gott fyrir okkur eða fyrir flugfélögin. Þá eru aftur minnkar samkeppnishæfnin þeirra. Þannig að ég held að miðað við stöðuna þá mun markaðurinn vera þarna áfram en menn þurfa bara að passa sig að sjá til þess að völlurinn verður áfram samkeppnisfær. Það eru ekki allar breytur sem við höfum aðganga að sem tengist út af landinu. Okkur vantar fólk til dæmis eftir nokkur ár, við sjáum fram á það og hvernig við leysum það hlutur sem við þurfum að taka á. Já, talandi að ykkur vanti fólk að þá kom hér einnig fram að það fyrirsjáanlegur skortur á vinnuafli og hlutfall erlends vinnuafli orðið stór þáttur í vinnuafli á Íslandi. Ólafur, hvernig það hjá ykkur? Eru þið farin að finna fyrir skorti á vinnuafli eða haldið þetta verði vandamál í framtíðinni? Það hefur lengi verið erfitt að manna sumarstöður í hótelrekstri og þannig að það svo sem ekki mikil breyting á því. Ég meina kokkar og þjónar og þetta hefur verið erfitt í gegnum árin og þess vegna sjáum við framtíðina okkar meira þegar við hefum nú lokið okkar verkefni þar sem við erum að byggja okkur upp og að þá hætta frekari uppbyggingu og stækka þá bara viðkomandi staði af því það svona fá þá meiri framlegð út úr hverjum stað. Þannig að þetta vandamál og hefur alltaf verið og 20.000 aðfluttir hér á landi náttúrulega jafngildir
2 milljónum ferðamanna, þeir neyta jafn mikils, þannig að það má ekki gleyma þessu þegar að bændasamtökin og fleiri eru að náttúrulega fagna öllum þessu túristum, að þá er bara vinnuafli sem er að koma, að það er annað eins sem að það neytir hér á landi. Mér langar til að spyrja þig líka aðeins út í, nú er hótelgisting í Reykjavík orðin eins og dýrasta á Norðurlöndunum. Hefur þú áhyggjur af því að hátt verð verði til þess að ferðamaðurinn finnist hann ekki vera að fá nægilega mikil verðmæti fyrir peningana sína og mögulega að það geti haft áhrif á orðspor Íslands til framtíðar? Það hefur alltaf áhyggjur orðspor Íslands og sama hvað það er og einhvern veginn það kom nú hérna fram að þeir eru að stytta tíman og ég sé það, ég er að skoða janúar og febrúar í fyrra og núna í ár þá sýnist mér svona tímalengdin að meðaltali vera svona 20% skemur sem hann dvelur á landinu og ég sé ekki hvort að það sé sérstaklega Bretar en ég var yfir heildina. Þannig að þeir eru eitthvað að laga sig að dýrara verði en þeir koma og ætla að koma allavega sína spár það. Og maður minnir á eftir hruni hjá okkur, þá fór enginn okkar út, allir sátu heima bara og bara töldu á sig puttana. Ég held að við sjáum það líka bara á veitingahúsum að það er svona velta per einstakling fer minnkandi. Já. Fólk er að velta fyrir sér verðlaginu og því að var nú hérna áfengi, hvað hækkaði alveg langt mest, var það ekki? Já. Að það er alveg ljóst að svona hefur náttúrulega töluvert mikil áhrif og þetta getur auðvitað verið mjög varasamt fyrir okkur, horfandi á hvernig krónan er að þróast og að orðsporið, verðlagið muni geta dregið mjög hratt úr þessum væntingum sem við höfum til ferðaþjónustunnar. Maður er aðeins hræddur við það að við séum fann að nálgast þann tímapunkt að það geti farið að snúa af. Já, það var þá áhugavert að sjá það sem að Elín sýndi okkur, það sem að herra Google sýnir að það er 65% aukning í eftirspurn eftir Íslandi á Google meðan við janúar fyrir ári síðan. Mér langar aðeins að spyrja út í eignarhaldi á flugvellinum og Björn Óli, ef ég fæ að byrja það þér. Nú er flugvellurinn í eigu ríkisins en víða erlendi sjáum við dæmi þess að flugvellir séu í eigu einkaaðila. Væri skynsamlegt að fá einkaaðila að eigandahópnum? Ég held að það sé alfræði mat eigandans. Flugvöllurinn sjálfur er alltaf þeirri stöðu að hann er undir kröfum. Við erum hlutafélag, dæmis af Keflavíkurflugvelli. Eigandinn, í þessu tilviki Íslenska ríkið en ekki einkaaðili, hefur sett á okkur arðsemiskröfu og við erum auðvitað með þjónustukröfu frá notandum líka. Þannig að við verðum auðvitað bara að gera það besta sem við getum. Ég get bara nefnt það sem dæmi á Norðurlöndunum, sjáum við Kaupmannahöfn, hann er að mestu leyti í eigu einkaaðila. Aftur á móti ef við horfum á Oslo og Stockholm, þá er það alfarið í eigu ríkisins. En allir þessi 3 flugvellir eru glæsilegi flugvellir og bara fordæmi sem við erum á hverjum degi að skoða. Þannig að hvað var það flugvöllunum þá er það hreinn rekstur. Aftur á móti getur eigandinn síðan metið hvernig hann vill horfa á þetta og hann hefur einhverja aðra línur heldur en kannski flugvöllurinn sjálfur. Talandi eigandann, Þórdís, hvaða skoðun hefur þú á þessu? Já, ég hef nú lengi sagt að mér finnist þegar kemur að svona uppbyggingu á þessum flugvelli, í fyrsta lagi finnst mér fríhöfnin bara geta verið í höndum einkaaðila, en þegar kemur að þessari rosalegu uppbyggingu á flugvellinum, að þá hef ég lengi verið þeirra skoðunar að mér finnst í raun varhugavert að Íslenska ríkið ætli eitt að taka alla þá uppbyggingu að sér, vegna þess að Íslenska ríkið eru íslenskir skattgreiðendur og eins og við erum búin að fjalla um hér að þá er það kannski svörtmynd en það er samt möguleg mynd að eitthvað breytist sem leiðir til þess að við erum með lakari samkeppnisstöðu eða offjárfestum með annað og þá finnst mér bara ekki skynsamlegt að vinnandi fólk í þessu landi beri þá áhættu og þetta er líka þannig framkvæmdir að þetta er svona það sem að þolinmótt fjármagn leitar í og mér finnst bara skynsamlegt að skoða það hvort að það eigi ekki að hleypa þolinmóðu fjármagni að slíkur uppbyggingu en ekki setja þetta allt á ábyrgð skattgreiðenda.
Ég þetta bara sem skattgreiðandi finnst mér þetta alveg galið að íslenska ríkið sé að taka þessu áhættu. Mér langar að segja galið, sko. Já. Reyna að vera snýstileg. Ég bara misti þetta út. Mér finnst það bara, já, galið að íslenska ríkið skuli vera að taka þessa áhættu. Það er bara við sem erum að því og þetta auðvitað eins og bara allur annar rekstur áhættusamt og kannski áhættusamara því að þetta er spurning eftirspurn eftir flugi til landsins, þannig að mér finnst það ekki spurning að talandi fríhöfnina, hún auðvitað bara hluti af tekjuöflun svæðisins, þannig að mér finnst að þetta sé svona borðleggjandi dæmi það að setja í hendur einkaaðila og ríkið auðvitað náttúrulega þetta alltaf spurning að það sé einhver hagnaður á þessu þeirra velgengur, en áhættan allt til staðar og þetta gríðarlegi fjármunir í uppbyggingu og alveg kjörið tækifæri fyrir íslenska ríkið að selja sinn eignarhlut í þessu félagi að einhverju leyti eða öllu. Það eru þá þessir fjármunir sem að fara í uppbygginguna, það mætti kannski nýta þá til þess að bæta innviði landsins á öðrum vettvangi. Og mér langar til að spyrja það aðeins út í það núna nýlega voru samþykkt fjárlög samgönguáætlun skorin niður þrátt fyrir stóraukið álag á vegakerfið. Er það ekki aðeins á skjön það sem að þyrfti að vera þessar myndir? Já, sko, það er náttúrulega, svo ég verði pínum kannski tæknileg, það er náttúrulega ekki rétt að samgönguáætlun hafi verið skorin niður. Við samþykktum, eða við Alþingi, það sem ég svo sem átti ekki sæti, en Alþingi samþykkti samgönguáætlun og samþykkti svo fjárlög sem talaði ekki saman við samgönguáætlun. Nú erum við komið þessi lög opinber fjármál þar sem þetta verður svo augljóst þegar þetta gerist. Það hefur samt alveg hingað til oft verið þannig að við erum með samgönguáætlun sem er ekki að fullu fjármögnuð og er ekki farið í allar þær framkvæmdir sem þar eru. Það er auðvitað ekkert gott vinnulag en þannig hefur það samt oft áður verið. Það eru 4.500 milljónir meira í samgönguáætlun núna heldur en var á síðasta ári og það er samt alveg augljóst og það sjá það allir að það vantar auðvitað gífurlegt fjármagn í vegakerfið sérstaklega. Og þess vegna það er ekkert ástæðulausu að það var mjög erfitt að koma samgönguáætlun í gegn. Hún var lögð fram held ég að með minni tvisvar án þess að vera afgreidd á þinginu. Og það er auðvitað líka bara vegna þess að verkefnið það er orðið mjög stórt og það stækkar og stækkar. Við erum með fjárfestingagat frá því bara eftir hrun og þangað til núna. Ofan á það kemur síðan þessi ágangur á vegakerfið frá ferðamönnum sem aftur síðan skilja auðvitað eftir sig tekjur í ríkissjóði. Þannig að verkefnið er orðið svo stórt og þess vegna, bara svo ég nefni það í 30 sekúndur, að þá finnst mér sú hugmynd samgönguráðherra þar sem hann kemur með þessa samstarfsfjármögnun aftur og við talaðum á Keflavíkurflugvelli og við getum talað það líka í vegunum vegna þess að þetta eru svona efnahagslegir innviðir sem að mér finnst sjálfsagt að skoða aðra leiðir í heldur en að ríkið taki allt á sig, að þá kemur hann þarna með hugmynd sem að má ræða og er þá allavega ein mynd og ef að menn vilja alls ekki sjá þá mynd, þá erum við með hina myndina sem að er vanfjármögnun samgönguáætlun og auðvitað geta menn sagt það er til nægt fé og það verður bara forgangsraða því og svona. En í mínum huga bara mjög mikilvægt að við forgangsröðum í þau verkefni sem að ríkið á að sinna. Og það er til dæmis það að tryggja vegir séu fínir. Það er ekki endilega það að þeir séu allir gerðir af ríkinu sjálfu vegna þess að fólki finnst líka að það vanti í heilbrigðiskerfið og almannatryggingakerfið og háskólana og menntaskólana og eldri borgara sá hópur er stækkandi. Þannig að þú veist, verkefnin eru svo mörg og þau eru svo stór að það er ekki hægt að hreyfa sig í samgöngumálum fyrir nánast minni en halva milljarð sko. Þannig að þessi peningar þeir eru bara ekki út allt sko. Já, Björn að leysi að þú vilt. Það eru kannski svona 2 atriði sem langar enda til að bæta við hérna inn í þessu umræðu. Það er annars vegar með Keflavíkurflugvöll. Sko flugvellir eru venjulega ekki áhætturekstur í þeim skilningi ef að þeir eru vel reknir. Þess vegna eru þau líka þessar langtíma fjárfestingar fyrir aðila, þess vegna hafa menn áhuga á þessum langtíma fjárfestingum. Málið er áhætta flugvallana byggist voðalega mikið á kunnunum sem þar eru og það er kannski stærsti bitinn kannski í þessu tilviki Icelandair. Þannig að áhættan okkar er að miklu leyti út frá Icelandair eða WOW í þessum tilviki. Þetta getum við komið til móts við með venjulegri áhættustýringu, þannig að ég held að það sé eðlilegt. Númer 2 er það að fjármögnun á Keflavíkurflugvelli kemur ekkert frá skattgreiðendum. Ég held að við erum að hafa alveg á hreinu. Isavia eitt og sér veltir yfir 30 milljörðum og það er yfir 7% af þeim sem koma í raun og veru frá skattgreiðendum og þeir fara ekki inn á Keflavíkurflugvöll til að styrkja flugvöllin
heldur fara þeir allir inn á innanlandskerfi til að styrkja þá flugvelli sem þar eru. Það er aftur á móti áhætta í því, vegna þess að nú nefnt hérna samgönguáætlun, að í núverandi samgönguáætlun eru 0 krónur til viðhald flugvalla á landsvísu. Þannig að ef það gerast núna skaðar á flugvöllunum, þá getum við lokað flugvöllunum, eins og til dæmis á Ísafirði þar sem við sjáum bara vandamál með varnargarðinn út á sjó, og það getur alveg endað með það að flugvöllurinn skemmist á næsta ári ef það kemur til góður stormur. Þannig ég bara að segja að við verðum að horfa á svona hvað þetta er. Keflavíkurflugvöllur er greiddur á notendum. Hann er greiddur bæði á notendum sem eru flugfélögin, það er greiddur á farþeganum og það er greiddur þeim verslunartekjur sem við höfum. Þannig þetta er ekki skattgreiðandinn sem er að borga inn á flugvöllin. Björgólfur, vilt þú bæta einhverju við þetta? Já, ég bara stendur það sem ég sagði áðan með skoðun á hver á Ísafja. Ég veit ekki sko ef að stjórn Ísafja ákveður að byggja eitthvað upp fyrir einhverja milljarða og svo passar það ekki inn í fjárhagsáætluninni í framhaldinu. Stjórn Icelandic Group samþykkti eitthvað flugvélar en svo er fjárhagsáætlun sem gerir ekki ráð fyrir flugvélum. Ég meina það verður bara, áhættan er ríkisins. Ríkið á hlutinn í Ísafja og það er bara ekki rétt að íslenska ríkið og við tökum þess áhættu. Uppbyggingin getur orðið allt öðruvísi, hún getur orðið markvissari bara af því að það er skýrari stefna eiganda sem dæmi. Þannig að ég ætla að fara, ég veist í Björn málum það, ég held að það sé innst inn alveg sammála, þú þorir bara ekki að segja það hérna við hliðina á þessi dæmi bréfið. Ég ætla að fá að stöðva þessa umræðu núna, takk fyrir, en við erum alveg að brenna út í tíma. Ætlar ekki að tala um krónuna? Ég er alveg yðað í skinninu með það. Já, endilega, ef það er eitthvað sem þú vilt segja. Nei, ég bara segi svona, mér finnst þetta að vera, og það kom fram hjá Elínu og náttúrulega í tali þeirra og hérna áðan, Ingólfs og Bjarnleifs, að þetta eru auðvitað orðin alvarleg staða með krónuna og það er verið blórabökullin er ferðaþjónustan, við erum að eyðileggja húsnæðismarkaðinn, við erum að eyðileggja vegina og þetta er allt bara í einhverju rugli. Og hérna, svo horfum maður á tölurnar, hérna uppsafnaður vöru og þjónustujöfnuður var 160 milljarðar á síðasta ári, inngrip Seðlabanka var 390 milljarðar, kaup lífeyrissjóða eða fjárfesting erlendis var 86 ef ég man rétt, það standa eftir 310. Gæti það verið að ástæðan væri sú að það væri hagstætt að fjárfesta í íslensku hagkerfi, góði vextir, betri en allstaðar annarstaðar en kannski í Rússlandi og fjármagnið leitar þangað. Og svo erum við að tala um hérna að íslenskur almenningur og fyrirtæki að borga hérna 5-falt, 6-falt hærri vexti heldur en allstaðar annarstaðar í heimi. Mér finnst þetta bara umræða sem verður að taka og er alveg galið og þetta þegar við erum að fara í gegnum og endurskoða peningastefnuna að embættismenn, og það er svo margt hjá ríkinu í því að embættismenn fari inn í alla vinnu sem við verðum að fara í varðandi stefnumörkun. Peningastefnan, hún er ekki hrein nema Seðlabanka starfsmenn, þeir eru bara embættismenn. Af hverju eru þeir í því? Við verðum að fara að taka á þessu máli. Og blórabökullin er ekki ferðaþjónustan og það er ekki hún sem er að drepa annan útflutningsatvinnuveg. Það er eitthvað annað þarna á ferðinni sem kveikir í fjárfestingum inn í íslenskt hagkerfi. Góð ávöxtun sem dæmi og við verðum að taka á þessu. Ég held að þetta málefni kalli á annan fund sem við erum greinilega að fara að skipuleggja. Krónan er augljóslega einn stærsta áskorunin sem að ferðaþjónustufyrirtæki og fleiri standa frammi fyrir. En svona rétt í lokin og mér langar til að biðja ykkur bara örstutt að fara yfir það hver er helsta áskorun ykkar, kannski fyrir utan krónuna, í ykkar störfum á þessu ári. Ólafur, ef við byrjum á þér. Við erum bara, hjá Íslandshótelum erum í okkar uppbyggingu og höldum því áfram og vonum að hér verði komandi fyrir erlenda túrista. Og ég er nú svo gamaldags að ég vil nú bara fá útlendinga hingað til lands sem túrista, lítið fyrir þá sem fjárfesta
og þannig að þeir með að hafa sína pening annars staðar. Við eigum bara að byggja upp okkar land, höfum næg tækifæri til að byggja þau sjálf og Ísland fyrir okkur og útlendingarnir velkomnir sem ferðamenn. Það bara mitt mál. Takk, Björn Óli. Já, við erum þetta á Keflavíkurflugvelli þá sérstaklega. Við erum að fara út í viðbót, 2 milljónir viðbót sem eiga að fara í gegnum flugvöllin, sem viðbótið það 2 milljónir sem voru bara fyrir nokkrum árum síðan, sem að þegar ég 2009 hitti Bubba og sagði hann það að það getur 3,5 milljón ferðamanna að fara í gegnum bygginguna, svolítið sérstakt að okkur hefur tekist að pressa nánast 2,5 meira í gegnum bygginguna heldur hún upphaflega hönnuð fyrir, að vísu með góðum viðbótum. Þetta verður spennandi ár og við erum á sama tíma að byggja upp allt brautakerfið í Keflavík. Ég held að ég bara reikna með því árið gangi frábærlega og þegar árið komið þá erum við bara miklu sterkari sett til framtíðar allavega hjá okkur á Keflavíkurflugvelli. Þórdís. Já, ég hrifin af því að fá útlendingar sem túrista og líka sem til að koma að vinna og líka til að fjárfesta á Íslandi. Já, þeir eru líka velkomnir til að vinna fyrir því. Já, en ég vil líka sjá þá erlend fjárfesting bara afhennu góða fyrir okkur. En mín stóru verkefni auðvitað bara svona engin pressa bara, ráðherra ferðamála. Við erum auðvitað að endurskoða svona lagabálka sem kannski hljóma ekki spennandi en skiptir miklu máli að ná svona einhverjum strúktúr. Svo það svona að horfa til lengri tíma og skipuleggja betur hver að gera hvað og svo fara bara í þessa stefnumótun. Það sem að lykilatriði örugglega við erum öll sammála það hér að jákvæð upplifun ferðamannsins það sem skiptir máli og passa náttúrun okkar sem okkar söluvara. Ef okkur tekst það ekki þá skiptir engu máli hvað flugvöllurinn er stóri eða vegirnir eru fínir. Þannig að það verður bara alltaf að vera leiðarljósið og vera alveg skýrt. Björgólfur. Já, þetta verður spennandi ár fyrir okkur. Það náttúrulega búið að vera töluvert mikil umræða félagið okkar að undanförnu og maður sér það kannski í svona tilfelli að gallið að vera skráð félag og þurfa að segja eitthvað um framtíðina því að árið í fyrra var alveg glimrandi rekstrarár og við höfum getað verið í fínum málum og vellistingum en því miður þurfum að segja frá horfunum. Það verður auðvitað challenge, það aukin samkeppni. Ég hef áhyggjur af innviðum í landinu. Við erum að sjá reyndar Keflavíkurflugvöll bregðast við hvað það varðar en svona aðrir innviðir fyrir ferðaþjónustuna svolítið svona hringir ákveðnum bjöllum en heilt yfir að þá erum við að vinna okkur inn á þá braut að geta tekist á við aukna samkeppni og ætlum að koma út úr því mikið sterkari en nokkurn tímann áður. Þakka ykkur kærlega fyrir þátttökuna í umræðunum. Gestum í sal þakka ég fyrir komuna og þeir sem hafa hlustað á okkur á vefnum. Við í Íslandsbanka munum áfram fylgjast vel með málefnum ferðaþjónustunnar og við hlökkum til að ræða þau mál við ykkur á öðrum vettvangi. Ég bendi á að skýrsla Íslandsbanka liggur hér á borðunum og hún einnig aðgengileg á heimasíðu bankans. Takk fyrir.